Gleðileg jól. Innilega velkomin til heilagra stundar hér á jóladag í Lindakirkju. Það var hún Bylgja Dís Gunnarsdóttir, sópran, sem hóf stundina á sálminum fallega Hin fegursta rósin fundin, og hann Óskar Einarsson situr að venju við píanóið og spila með henni. Og við höfum þann háttinn á í dag að við njótum þeirra tónlistarflutnings við þessa helgistund. En nú skulum við signa okkur og biðja saman með orðum sálmsins. Við segjum í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Vér fögnum þér, ó blessað barn, og bjarma slær á lífsins hjarn. Sjá heilög von í hjörtum skín, og hana vekur fæðing þín. Þótt hér sé dimmt, þótt hér sé kalt, þín heilög elska bætir allt. Þótt skorti frið, þótt falli tár, hún friðar, líknar, græðir sár. Amen. Í dag glatt í döprum hjörtum, því drottins ljóma jól. Í niða myrkrum nætur svörtum, uppnáðar rennur sól. Vetrar geisar stormur stríður, þá stendur hjá oss friðarengill blíður. Og þegar ljósi dagsins dvín, og drottins birta kringum skín, og drottins birta kringum skín. Guðs líður vert ei lengur hræddur, og
fyrst hafinn, hann fína tötra tók á sig, að Tryggvi stýrðar stríði þig, að Tryggvi stýrðar stríði þig. Ó, dýr sé þér í hæstum hæðum, hingað komst á jörð, á meðan lifir líf í æðum, þig lofar öll þín hjörð, á meðan tungan má sig hræra, á meðan hjartað nokkuð kann sig bæra. Hvert andartak, hvert æðarslag, Guðs englar syngi dýrðarlag, Guðs englar syngi dýrðarlag. Við skulum heyra heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allt var til fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur á Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim trúa á nafn hans. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall, og sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Nóttin var svo ágæt ein í allri veröld ljósið skein. Það nú heimsins þrautarmein að þekkja nei sem bæri. Með vísnasöng ég vögguna þína hræri. Með vísnasöng ég vögguna þína hræri. Í Betlehem var það barni fætt sem best hefur andar sárin grætt. Svo hafa
kristna söng, ég vakna þína Í upphafi var orðið og orðið varð hold. Það sérstakur gleði hljómur yfir þessum orðum sem við höfum örugglega heyrt áður á jólum og jafnvel oftar. Það nefnilega svo oft svoleiðis að við gleymum stundum að glíma við þá staðreynd að það í rauninni furðulegt. Hvernig þetta með orðið gat orðið. Orðið varð hold sem þýðir að orðið var maður sem fékk nafn Jesú og hann var þekktur að því að breyta vatn í vín, segja fólki frá himnaríki í ráðgátum sem hann kallaði dæmisögur. Hann læknaði, hann blessaði, hann mettaði, predikaði. Orðið frá upphafi varð lifandi í mannesku. Og þetta lifandi orð mælti lifandi orð. Ég vegurinn og sannleikurinn, sagði hann. Og við heyrðum líka sagt, hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. En þetta ríki orðsins sem var maður í þessum heimi en ekki af þessum heimi, eins og hann sagði sjálfur. Og í honum var líf og lífið var og ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því, eða eins og segir í Nýja testamenti Odds Gottskálkssonar, sem elsta Nýja testamenti þýðingin okkar á íslensku. Hann segir þetta svona: og ljósið skín í myrkrunum og myrkurinn hafa það eigi höndlað. Boðskapur jólanna ekki bara sá að Guð hafi sent engla til að segja að vera allt í lagi. Boðskapur jólanna ekki bara einhvern sannleika sem á borðborðinu og við að kyngja bara umhugsunarlaust og segja já, einmitt, var þetta svona? Já, af hverju sagði þetta ekki fyrr? En boðskapur jólanna, hann fjallar þetta ljós sem skín í myrkrinu, þetta ljós sem kyndil Guðs sem var kveiktur og logar í þessum myrkvaða heimi. Hingað, allalið hingað inn í land náttmyrkrana. Sannarlega Ísland land náttmyrkrana nú stundir. Og þetta ljós lýsir inn í innstu fylgsni sálar og anda, inn í skúmaskotin og skuggakompurnar inn í okkur. Jafnvel þangað sem að við viljum ekki hleypa því. Og ljósið, þetta ljós, það skín í myrkrinu og myrkrið handlar það ekki. Það getur bara vel verið að þú bara fattir ekkert hvað að tala og kannski nær orðið orðið bara alls ekki til þín. En það allt í lagi. En þú mátt vita, og ég bara segi frá sjálfum mér, að þetta orð lifandi og kröftugt og lífbreytandi og umbreytandi. Það eina sem þarf að opna, hlusta og trúa. Þá komast við að því að orðið
Örugglega langmagnaðasta ástarsaga til dæmis sem hefur verið samin. Eitthvað á þessa leið, við getum sagt, því svo elskaði Guð heiminn að orðið varð Jesú. Líf, ljós sem skín í myrkrinu og myrkrið fær ekki höndlað. En öllum sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Og dýrð sé Guði sem tjáir ástina í syninum sem hann sendi, kveikir ást sína með okkur og blessar með heilugum anda. Amen. Megi friður jólanna, friður Guðs, sem æðri öllum skilningi og þekkir engin landamæri, bara hjörtu, streyma til okkar og varðveita hjörtu okkar og hugsanir í Kristi Jesú. Amen.